Góðan daginn og velkomin í Vefforritun 1. Við erum hér í Háskólabíó, sal 1 og á Zoom. Þetta verður áhugaverð tilraun í tækni hér, en nú ætlum ég bara að reyna að gleyma öllu því og vona allt sé bara í góðu lagi og fara í fyrsta fyrirlestur. En það er bara svona metafyrirlestur þar sem við erum bara að fara yfir svona alls konar tengt áfangunum og hvernig hann mun fara fram. Og aðeins að segja frá mér, ég heiti sem sagt Ólafur Sverrir Kjartansson eða Óli og ég er búinn að kenna hérna við HÍ Vefforritun síðan 2013. Ég er búinn að vera að fikta á vefnum síðan fyrir löngu síðan. Ég er ekki með réttar letutegundir hérna, en ok. Ég útskrifaðist frá HÍ með BS í hugbúnaverkfræði árið 2007 og er búinn að vera að vinna hérna, ég geti skoða hvað ég er búinn að vera að brasa ef þið eru forritin í það. En í dag er ég sem sagt að vinna á Hugsmiðjunni sem er svona á internettíma fjörgamalt fyrirtæki, 20 ára á þessu ári og er að vinna bara í alls konar vefdóti og er titlað það sem tæknistjóri, sem því að ég reyna að passa upp á allt fari vel fram. Það er svona alltaf áhugavert að það er nú HTML er svolítið svona grunnur aðeins öllu saman. Þannig ef þið réttið upp hönd í salnum, hversu mörg ykkar hafa fiktað HTML? Ok, svona kannski 40%. Einhver sem hefur farið yfir í CSS? Ok, JavaScript? Ok. En unnið á vefnum? Tekið að ykkur eitthvað svona aukaverkefni eða eitthvað? Ok, 3, 4, 5 jafnvel hérna í salnum. En það er alveg gefið að það er mismunandi reynsla. Einhver ykkar hafa aldrei snert HTML og það er allt í lagi. Sum ykkar hafa snert mikið HTML og þá verið þið bara lítið samt á þetta sem svona bara byrjun frá grunni og þó þetta sé svona eitthvað sem þið haldið að þið kunni þá kannski er einhverju nuggets af nýju dóti þarna sem þið geti haft gaman að og kennir ykkur eitthvað. Síðan sérstaklega með CSS að við munum fara nokkuð grundigt í CSS og eyða alveg góðum tími í það. Það er satt fyrirparturinn, ef við fyrir með það eftir, bara jafnvel núna. En við erum satt að smíða vefi með áherslu á frammendan hérna, sem eru þá þessi 3 póstar, HTML, CSS og JavaScript. Tökum þá í þessari röð. Og við erum að fara yfir bara svona hvað þarf til þess að útbúa góða vefi. Við ætlum að skoða hvernig við vinnum með hönnunarskjöl og eitthvað hannað útlit og hvaða er í raun, hvernig hönnun og síðan vefforritun svona mætist. Við ætlum síðan að svona miðbik misserisins þá skiptum við úr þessu frammendanum sem er svona frammendin, HTML og CSS, yfir í að fara að skoða JavaScript sem er forritunarmál og við munum þá tengja það við vafran og þessi verkefni sem við höfum verið að gera og búin til vefi sem eru svona dýnamískir. En verkefni áfangans eru í raun nokkur og þau nota það sem við erum að gera og þau eru svolítið, já, þau geta alveg verið svolítið númsk. En eftir að þið ljúkið þessu námskeiði þá eigið þið að geta þróað aðgengilega og merkingafræðilega góða vefi með HTML, stýrt útliti með CSS og kunna skila nýjustu straumum og stefnum í vefhönnun, skilið og skrifa forritsnýta JavaScript, skilið mun á frammenda og bakenda og hvernig samskiptum þar á milli er háttað með HTTP. Þannig þetta er bara beint úr námskeiðslýsingunni í Uglu. En kennsluáætlunin er þess að við byrjum núna, tökum þennan fyrirlestur og næsta í að skoða HTML og svona aðeins hvað vefurinn er og vefforritun og svona smá svona grunn í þessu öllu saman. Aðgengi og SEO eða leitavélar-bestun. Tökum síðan 4 vikur í CSS, þar sem við förum í bara grunn CSS sem er í raun CSS 2.1 eða kannastu það, sem er hvernig bara við byrjum að leiða þetta hluti, hvernig við vinnum með letur og texta, liti, bakgrunni, myndir og síðan í svona nýrri hluti eins og Flexbox og CSS Grid, CSS breytur og alls konar tengt því. Svo munum við skoða líka sérstaklega hvernig við gerum svona skalalega vefi sem eru þá vefi sem að virka í tækjum óháð skjástærð þeirra, hvernig við debugum það sem við erum að gera, hvernig við vinnum með
grind frá hönnun yfirleitt og svo skoðum við líka svona hvernig kvikun eða animation og transitions til að láta vefinn okkar vera svona aðeins meira næs og síðan hvernig við vinnum CSS þegar við erum ekki bara eitthvað að bardúsa, heldur erum að vinna í hópi eða teymi. Síðan þegar þessu lýkur þá munum við taka smá pásu í verkefni og vinna hópverkefni þar sem verður í raun útfært eftir hönnunarskjölum ákveðin vefur þar sem þið þurfum í raun að hópast saman nokkur og vinna þetta saman. Þá munum við taka í þessu pásu þarna svona command line tool sem við nota Node og sækja dót af npm og við munum líka læra þessu á Git en þegar við förum að vinna þetta hópverkefni þá vinnum við það alls saman á GitHub og notum Git til þess. Þannig að við tvinnum því þannig saman miðbygg. Þannig að fyrstu verkefninu verður skilað bara sem zip-skrár og ekkert fínt við það, bara svona sjáum þetta sjálf. En síðan fyrir við að skila verkefnum í gegnum GitHub þar sem við þurfum í raun að nýta ykkur það sem er í raun yfirleitt notað í langflestum svona vefverkefnum í dag. Og við förum ekki í forritun svona með Node eða eitthvað svoleiðis, heldur erum við að nota npm sem er svona leyfir okkur að sækja forrituð tól til að hjálpa okkur við vinnun okkar. Git og GitHub og síðan ljúkum við námskeiðinu með því að taka 5 vikur af JavaScript þar sem við förum bara alveg yfir JavaScript sem forritunarmál og síðan hvernig við notum JavaScript til þess að forrita vefi sem keyra í Vavra eða í öðrum sambærilegum tækjum og hvað ber að hafa í huga þar, hvernig við höndlum villumeðhöndlun, svona aðra svona almennar forritunar svona hugtök og hvernig við síðan eigum samskipti við einhver aðra vefi eða vefþjónustur eða eitthvað svoleiðis. Síðan ljúkum við þessu með samantekt upprifjun og upplýsingur lokapróf. Samskiptin eru þannig að ég er með á á GitHub sem er það sem við notum fyrir verkefnin á þessum miðbyggarnar en áður þá munið þið í raun aðeins farin að vera kunnug GitHub þar sem að ég seti inn allt efnið hérna og hérna er komin í raun kennsluáætlunin og við erum hér og förum hérna niður. Hér er síðan lesefnið og síðan bara viku fyrir viku hvað við erum að fást við fyrirlesturina, verkefnin, þau detta öll hér en ég mun líka síðan nota Canvas til að senda ykkur tilkynningar þannig að allt það sem að er þegar það kemur inn núna, þegar þessi fyrirlestur lýkur ég fer heim, ég upplóta þessu upp og svo segir ykkur, hér er allt komið fyrir viku 1 þá fáið það, hér er komið verkefni 1, það er sett fyrir þannig að það koma allir þessir stóru póstar í námskeiðinu komin á Canvas og berast ykkur á HI-netfangi ykkar alveg eins og þið ættu núna verið búin að fá frá mér 3 pósta þennan fyrirlestur í dag. Síðan eins og ég sýndi ykkur hérna aðeins áðan þá erum við líka með Slack sem er mikið notað tól í bara svona samskiptum í VF heiminum allt frá risastórum fyrirtækjum eins og Twitter og GitHub alveg niður í 2 manna teymi sem eru að vinna saman en ég var alltaf með hérna svona eins og yrkið í gamla daga en núna man enginn eftir yrkinu en þetta er eins og Discord nema svona meira svona þetta er svo Discord for business af því að þið hefur líkast heyrt það frekar en hitt nema þið þurfa að joina sérstaklega rásir þið joina ekki allar rásir þannig að það eru 2 rásir þeir eru búin að skrá okkur inn hérna og þið detti sjálfkrafa inn á það núna sem eru fyrirlestrar og verkefni. Þannig að reynum að halda þessu þannig að núna þá er ég bara með hérna fyrirlestrarrásuna að opna, ég get gert hérna halló og ég fylgist með hér fyrir fyrirlestrarna þannig að á meðan við erum í því en síðan þegar við komum að vinna verkefnin þá erum við með verkefnarrásuna hérna og ef þið hafið einhverjar spurningar eða sjáuð að einhver annar samnemandi ykkar er með spurningar þá getið þið hoppað þarna inn og við getum rætt þetta og það er ekkert að því að svara spurningum hana og ég fylgist með og svo þegar dæmatímakennararnir eru komnir þá munir þau líka vera þarna inni og við munum í raun svona vera þarna meira svona asynchronous samskipti þar sem að þið kannski sendið inn spurningu þið þurfið ekki að fá svarið akkurat núna
og einhver svarar ykkur síðan á endanlegum tíma vonandi. Ef að, já, og svo þegar þið farið að vinna hérna hópverkefni, þannig alltaf öðruvísi kannski núna, þið getið kannski hist og unnið saman fysiskt, en þið getið líka búið ykkur til rás þar sem þið getið í raun haldið saman samskiptunum og svona upplýsingum það sem þið eru að gera, og þá þetta mitt gott þar sem það ekkert endilega allir að vinna á sama tíma. Ég var að vinna í X, ég hætt í dag. Þá pekar ykkur upp, frábært, ég sé að það var villa þarna, ég lagaði hana, komið hérna, og svo getið þið planað ykkur og svona. Þetta nice, en alls ekki krafa að þið notið þetta. Þið þurfið ekki að joina þetta ef þið viljið ekki, en þetta bara svona gott fyrir svona, bara svona dagleg samskipti. Og þið getið alltaf farið og sendt mér bara svona DM hérna, þá finnið þið mig bara hérna. Þið getið farið hérna í direct messages, fundið mig og sendt mér eitthvað, og þá svara ég ykkur. Ég svona yfirleitt með þetta opið svona helmingdags. En aftur ef það eitthvað svona almenn spurning þá líka rosa gott að setja henni á rásina, og þá það ekki bara þið sem fá svar, heldur líka öll önnur ykkar sem að lenda í ykkur svipuðu, af því að þið eru alls ekki ein. For any English speakers who maybe have a slight grasp of Icelandic, this will be taught entirely in Icelandic, and this is the only Icelandic part. All the material except for the two books, one on Git, one on JavaScript, are in Icelandic. But the final exam will be both in Icelandic and English, so all questions will be primarily in Icelandic with an English translation beside it. I assume, since you're taking this course, that you will be able to figure out the Icelandic parts. If not, and you're having troubles with specific words or translations, you can always contact me and we'll figure it out. En þið getið skoðað eldri námskeið þar sem ég hef haldið utan hlutina svipað á þetta og tekið allt upp síðan 2015 held ég. Þannig að það gomma af efni frá mér inn á YouTube-rásunum sem ég með og á þessum lekkjum. Þetta svona, það rauður þráður, mjög þykkur rauður þráður sem gengur í gegnum þetta allt saman, en ég svona tel það að ég sé alltaf að bæta námskeið hægt og rólega með hverju ári sem líður, þannig að þið eruð heppin því þið eru að fá bestu útgáfuna þessu námskeið hingað til. Við erum sem sagt í fyrirlesturum á mánudögum klukkan 3 og það ekki ennþá komið föst stofa, þannig að við vitum ekkert hvar við verðum næsta mánudag. Þetta eru 3 fyrirlestrar í röð, þetta svona út af því að ég líka í fullri vinnu, þetta svona hentugur tími, þannig að sorry, en eins og þau munu kannski komast að þá þurfið ekkert endilega að sitja allan tíman af því ég tek þetta upp og vonandi verður þetta alveg hérna, þið þurfið ekki að hafa ágjörð að þið missið af fyrirlestrum af því að þetta verður allt saman sett inn á netið og þið ættu að geta haft greiðan aðgang af mér, en það þetta mjög gott að mæta og taka þátt. Ég set stefnu á að taka allt upp og eins og við gerðum áðan og ég sé ennþá í gangi hérna að þetta allt að ganga vel, en maður veit aldrei, það hefur einu sinni gerst að ég hef klikkað og það þýðir að það getur alltaf klikkað aftur. Ég setja síðan allt inn á YouTube, bara leið ég kem heim, þá setja ég það í gang, þannig að hérna er komin playlisti fyrir þetta námskeið. Þið getið séð hvernig þetta var hérna í fyrra, í vegforritun 1. Þá í raun allir fyrirlesturinn settir hérna bara inn í röð og koma hérna alls konar inn. Þið getið skoðað hérna og gerst þið viljið. Svo getið þið subscribað ef þið viljið fá notification strax. Gaman að segja frá því að 268, ég þarf ekki nema 750 tæpa áskrifundur viðbót og 5.000 view minutes þannig að ég get monetizað. Þannig að það er aldrei að vita hvað gerist þá. Nei, engin pressa. Ég reyni að fara hægt og sérstaklega svona í byrjun og skilgreina það sem er að tala og ekki gera ráð fyrir því að þið vitið eitthvað sem er orðið samangróið hausnum á mér eftir öll þessi ári í þessu brasi. En ég get alltaf gleymt mér og ég get líka tala stundum hratt, sérstaklega þegar ég finn að ég kannski svona renna út af tíma eða eitthvað svoleiðis. Þannig að ef það eitthvað, með bara benda mér á eitthvað, ég skil ekki alveg þetta, geturðu aðeins og ég skil ekki hvað sagðirðu þarna, það er ekkert að því. Svo get ég alltaf spurt mig á Slack og ég bara alltaf líka að reyna að verða betri í þessu. Dæmatímarnir
það er ekki komið alveg í ljós hvernig þeir eru komnir í töflu, það eru ekki komnir endanlegir dæmitíma kennarar. Leið og það leysist sem ætti vonandi að vera bara fyrir lok þessara viku, í byrjun næstu viku, þá mun ég senda ykkur tilkynningu. Ég mun gera grófa skiptingu á því hvernig, bara random skiptingu á ykkur í þessa 5 dæmitíma hópa sem eru á töflu og það er aðalega til að dreifa bara lótinu á hópana. En það þýðir samt ekki að þið getið alls ekki mætt í einhver aðra tíma, þið getið alveg mætt og það er þá aðalega bara að ef það eru margir sem mæta alltaf við sömu tímana þá náttúrulega erfiðara að fá hjálp. En það kemur svona bara í ljós og við finnum svona, það verður svona load balancing sem á sér stað núna svona fyrstu vikurnar. Það er yfirleitt þannig að það er farið yfir verkefni sem við höfum verið að vinna, bæði dæmi í tímum eða verkefni sem voru í raun skilið vikunni áður og síðan er aðstoð við núverandi verkefni sem er í gangi. Þannig að ef þið eru með einhverjar sérstakar þið komist bara á þessum tíma með eitthvað svoleiðis, þá bið ég ykkur að hinkra bara eftir að fá fyrstu hópaskiptinguna sem kemur þá vonandi bara á miðvikudag, fimmtudag og svo heyri mér og þá getum við hliðrað til og eitthvað svona og fundið úr. Ef það verður allir að senda mér núna þá verður þetta alveg svona skipulagsmartröð að halda utan við þetta. Þannig að það kemur. Verkefnin eru nokkur, þau byggja öll á raunverulegum verkefnum, þannig að ég er það er spurning í sal. Verða dæmitímar á miðvikudag fimmtudag þessari viku? Nei, það eru engar dæmitímar í þessari viku. Ég gleymdi að taka það fram í tilkynningunni sem ég sendi í gær. Ég skal senda það á eftir. Þá bara muna. En verkefnin eru sem sagt byggð á raunverulegum verkefnum, þannig að ég reynir bara svona sjóða saman eitthvað sem ég veit að er bara svona almennt atriði. Fyrsta verkefnið er mjög auðvelt með öll hinn. Það er svona á skalanum 1 til 10, þá er það 1 eða kannski 0,5. Þannig að endilega takið það og nælið ykkur í ókeypis stig þar, svona hér á bil. En það sem það er aðalega að gera er bara að hjálpa ykkur við það að ná þessu öllu upp. Það er uppsettu á tölvum hjá ykkur. Þannig að þið viljið setja textarittir sem við skoðum á eftir. Þið viljið geta tengst við heimasvæðið ykkar sem er alltaf jafn skemmtilegt að því leyti að oft þegar maður er að vinna í VF þá þarf maður einhvern veginn að koma þessu live sem við skoðum á eftir. Maður einhvern veginn að koma þessu út þannig að fólk geti skoðað og notið það sem við búum til. Þið eru með heimasvæði hjá háskólanum og það er svona mjög gamaldags en mjög skemmtilegt svona að hafa átt við FTP. Þannig að það er eitt af þessu sem að kannski var ég að ljúga smá, þetta er ekki alveg ókeypis þarna fyrsta. En það er allavega gott að hafa klárað það og þetta er bara einmitt svona, þetta er vel yfirstíganlegt en þið gætu lent í vandræðum, þannig að gera það sem fyrst og það á við langt flesta sem verkefnum. Byrjið fyrr, komast að því hvað er erfitt, hvað er auðvelt, svona vonandi og skipuleggið ykkur í kringu það. Og síðan ef ykkur tekst ekki að klára allt saman að þið teljið fullkomlega að þið ná ekki að fylla upp í öll þau skilyrði sem eru í verkefninu, þá er að klára verkefnið fyrir einhverja skilgreiningu að klárað og skila er betra en að skila engu. Þið fáið að öllu líkindum einhver stig fyrir það. En það eru 12 verkefni í heildina, það eru 10 smærri sem eru bara vikulega með 2 breikum, 1 miðbik og 1 síðan í lokin þegar við erum að keyra þessi hópaverkefni. Smærri verkefnin eru sett fyrir og kynnt alltaf í fyrirlestur á mánudögum og skila síðan viku seinna á þriðjudegi. Þannig að þið hafið 8 daga samtals pluss einhverja klukktíma til þess að vinna verkefnið og þó svo það er svona, eins og ég segi, það er hægt að byrja á þriðjudegi fyrir að skila, en það er erfitt. Verkefnið er síðan opið miðvikudag og fimmtudag og síðan lokar það sjálfkrafa bara í Canvas á fimmtudegi á miðnætti og fyrir hvern dag sem þið skilið og sent er dregin 1 heill frá. Þannig að þið hafið þarna smá buffer, en þannig að þetta er þá gert til þess að hafið þá 1 dæmatíma alltaf og 1 fyrirlestur til að fá aðstoð svona yfir verkefnistíman. Síðan eru gilda 8 bestu, 5% af lokaeinkunn, samtals 40%. Þið megið vinna þetta saman, þið megið ræða hvað það er að gera, en skrifið ykkar eigin lausn.
Þannig að ekki gera þetta þannig að þið eru 3 saman við eina tölvu og svo copy-paste þetta allt og skilið því, þá munið þið lenda í vandræðum af því að þá er í raun bara lítur út fyrir einhver hafi tekið þetta og kopið þetta. Þannig að ræðið þetta, vinnið þetta en skrifið síðan einhverja eigin lausn. Ef að það kemur síðan til að þið gerðið eitthvað og þið bara eitthvað, þetta er bara nákvæmlega eins, ég veit ekki hvernig ég á að gera þetta öðruvísi, þetta er bara svona, þetta er eina lausnin. Setjið þá, ég vann þetta með X, við unnum þetta í samstarfi, ekki láta dæmanteimakennarana reka augun í það eitthvað tvennt sem nákvæmlega eins. Það er ekki skemmtilegt. Síðan eru hópverkefnin, þau eru 2, gilda 10% af lokaeiningum hvort. Vantar hérna, þau eru sett fyrir og er sett skilað cirka 2 vikur seinna, þannig að það hafi svona 2-3 vikur til þess að vinna þau. Þið vinnið þau í hópum, 2-3 er svona viðmiðið. Þið getið verið ein ef að það hentar ykkur alls ekki að vinna í hóp, ég mæli ekki með því, en þið getið haft samband við mig og við finnum út í því. Og þið getið líka unnið fleiri ef það er eitthvað, en þá aukast kröfunar. Og þetta er náttúrulega, þetta er ekkert skemmtilegt að vinna í hópverkunum og það er ekkert allir sem hafa gaman af því, en ég skal segja ykkur það, alvörinni, það má alltaf að vinna saman, alltaf að vinna með einhverjum. Og hugbúnaðargerð er langt best þegar við erum að vinna í teimi og við erum að vinna vel saman og það er stór partur af þessu öllu saman. Og þetta verður sérstaklega gott þegar við erum að nota Git eða GitHub, þar sem að þá eru þið ekki eins og þau kannski verið í verkefnum þar sem við verið að senda saman einhverja SIP-skrár eða eitthvað svona. Þá losnum við svona mestmegnis við það vesen og þið eru í raun bara að emulera eins og þetta er gert bara í atvinnulífinu. Þar sem fólk er að nota Slack, það er að vinna saman, það er að nota Git og GitHub í svona 80-90% tilvika. Þannig að þetta er allt saman mjög raunverulegt það sem við erum að fara að gera. Fyrra verður sett fyrir í lok september. Það verður svona skalanlegur vefur. Þannig að það verður einhver vefur með 3 síður, einhver forsíða, einhver síða og svo einhver önnur síða líklegast, sem að ég geta bara opnað í símanum eða tölvunni eða tablet eða whatever og geta séð það sem er. Þannig að þetta er bara að vera, vefur. Þannig að þegar þið klárið það, þá eru þið í raun komin með svona grunninn til að búa til vefi. En seinna verður í raun skalanlegur vefur þar sem við síðan byggjum ofan á með einhverjar JavaScript virkni. Þar sem við erum ekki bara að birta ykkur gögn, heldur við líka með einhverjar interaktionur. Við ítum einhverja takka og eitthvað gerist, það bætast við einhverju hlutir eða fjarlægast eða við keyrum einhver vídeó eða spilum hljóð eða hver veit. Kemur í ljós. Verkefnunum og einhverjum fyrir þau er skilað í gegnum Canvas, þannig að það er bara opnað fyrir verkefni, það er búið að opna núna fyrir verkefni 1. Við erum einstaklega með hérna, þannig að við fer hendinni í kennsluvef, fer hendur verkefni, þá er hérna búið að setja inn verkefni 1, nemenda sín, þá getum við séð þetta eins og þið sjá þetta, þannig þá er þetta komið hérna til okkur stendur væntanleg verkefni, Þetta er allavega verkefni, hefja verkefni og verkefnalýsingin er hérna á GitHub, þannig að við förum betur yfir þetta á eftir. Og þá get ég hafið verkefnið og síðan þegar ég lýk því núna, þá set ég inn athugasemd hérna sem er slóð á verkefnið sem við munum sjá hvað er á eftir og síðan SIP-skráin fyrir verkefnið. En þetta mun síðan breytast, þannig að lesið alltaf, lesið alltaf leiðbeiningar fyrir hvert verkefni. Ekki gera ráð fyrir að þetta sé alltaf eins, heldur lesið yfir og skilið allir því sem er beðið og farið eftir því sem beðið er Það er ég er búinn að vera að brasa við að skrifa einhverja kennslubók sem bara byggði á þessum fyrirlestum seinustu árin og þar er ég búinn að taka saman og í raun bara svona fara meira dýptina kannski en ég geri í fyrirlestunum sjálfum vefforritun þá með HTML og CSS. Síðan er bók eftir Jeremy Keith sem er líka gamall refur á vefnum sem fjallar svolítið það bara hvernig vefurinn er svolítið öðruvísi en prent og hvernig vefurinn er í raun meira svona filosófískar pælingar það hvað er að smíða vefi sem er mjög góð svona til hliðar við þessu praktísku þar sem að maður verður oft týnir sér í því að smíða og skrifa kóða að hugsa það svona af hverju erum við að gera þetta og hvað er þetta, hvað er vefurinn sem efni og er svolítið bara það að smíða vefinn og hvernig
Það hefur allt saman orðið til og að verða til og já. Síðan erum við með Eloquent JavaScript eftir Marian Haverbeck sem ókeypis bók JavaScript. Hún byggir á því í raun, hún byggð fyrir fólk sem hefur aldrei forritað. Síðan höfum við ProGit sem við tökum nokkra kafla úr til þess að fara yfir hvernig við vinnum svona í grunninn með Git. En hérna sett JavaScript bókin, hérna það sem ég að gera. Ég var að uppfæra þess fyrstu kaflan í henni og ég átti eftir að fara yfir hérna og laga í restina af köflunum þannig að það eitthvað brotna hlekki. Ekki láta ykkur bregða, en ég klára þetta vonandi bara núna í þessari viku eða næstu. Þá dettur þetta út og verður eitthvað skemmtilega text í staðinn. Sjá. Það ekkert miðmiðlunarpróf. Það lokapróf. Og ég bara veit reynilega ekki alveg hvernig það verður núna. Lokaprófið fór fram á Inspera í fyrra. Það hentaði ágætlega, jafnvel að það verði þannig, en formið á prófinu var í raun bara mjög svipað því sem það hefur alltaf verið þegar það fór fram á pappír. En já, eins og sé, það kemur í ljós. Leið ég fæ einhverjar upplýsingar, þá kem ég til skila. En allavega hana í tæka tíð fyrir áður en þið farið að undirbúa okkur. Þannig að í byrjun nóvember verður þetta allt saman komið í ljós. Einkunn í áfangunum tvískipt. Það verkefnahlutinn sem 60% og lokaprófið sem 40%. Og þá verður að ná bæði verkefnahluta og lokaprófið með lágmarkseinkunn 5. Þannig að það þýðir ekki að skila bara einu hópverkefni og mæti í próf og ná 10 eða klára bara verkefnin og mæti ekki í lokapróf. Það helst í hendur. Síðan mæting. Það engin skyldumæting. Það hefur yfirleitt verið þannig, það var ekki þannig fyrra því ég sá aldrei framan í neitt. Þegar ég var farin að sjá og þekkja þau sem ykkar sem mættu, þá voru þau yfirleitt þau sem stóðu sig vel. En aftur, samaskapi, það geti ekki allir mætt. Þannig að þið hagið þessu bara eins og ykkur hendar. En ef það eitthvað og þið náðu ekki að mæta, ykkur finnst þið vera að dragast aftur úr eða eitthvað svoleiðis, þið alltaf haft samband með mig eða við námsráðgjafa og hægt að finna út úr því. Það alltaf betra að gera það fyrr en seinna. Þegar við gerum það seint þá svona ekkert hægt að gera mikið í hlutunum. En við getum alltaf fundið út úr því sem finna þar út úr. Síðan var ég með vikulega í fyrra, alltaf með skrifstofutíma þar sem ég gat bara komið og við tókum saman Zoom bara samtal. Og það var hvort sem það var eitthvað að fara yfir eitthvað nánar yfir eitthvað efni, fá aðstoð við eitthvað, leysa úr einhverjum málum eða eitthvað. Og ég veit ekki hvort ég muni hafa einhvern explicit tíma þar sem ég geti heyrt í mér, en ef að þið viljið ræða eitthvað þá getið þið náð mig núna í hliðum hér eftir eða láta mig vita á Slack eða tölvupósti hvort þið viljið hittast eða hittast á Zoom og við getum þá bara bókað eitthvað og hist þá. Þannig að það bara sama. Þetta ennþá allt saman mjög skrítið og vonandi náum við að vera saman hérna að mestu leyti eða öllu leyti. En ef eitthvað kemur fyrir þá ég með smá reynslu og vonandi bara að finna út úr því og þetta verður ekkert það slæmt. Það kannski baki á mér ef ég held áfram að vera hér, en annars bara nokkuð gott. Það var ekki meira í þessum fyrsta part af 3 í dag, þannig að einhverjar spurningar? Og engar spurningar hérna heldur. Hversu ítarlega verður farið í Git? Það verður farið það ítarlega að þið ættu í raun að geta nota Git til þess að halda utan um verkefnin ykkar. Þið getið þá búið til repo á GitHub, pussa kóðanum okkar yfir á GitHub, unnið með öðrum og pullað kóða og þá getið þið lent í því að fá svona merge konfliktur, þannig að þið munið í raun fara yfir það hvernig við leysum úr svona merge konfliktum. Síðan munum við fara líka yfir branching sem þá í raun þú vilt vinna eitthvað til hliðar við einhvern annan og síðan þegar ég búinn að því þá vill ég sameina það við heildarverkefnið. Við munum fara yfir það og svo svona munum við nefna eitthvað aðeins svona til hliðar eins og kannski rebasing eða hvað gerist ef við lendum alveg í ruglunu og við þurfum einhvern veginn að geta bakkað
þá mun ég allavega að vísa ykkur á þá resources sem ég geti fundið út úr því. En þetta aðalega bara að byrja að nota þetta. Þetta svolítið öðruvísi en og Git rosalega áhugaverður hlutur. Ekki svo einfaldast í heiminum. Mjög kraftmikill, en já, það þess virði þegar maður búinn að komast inn í það og þetta mjög, mjög gott. Eitthvað fleira? Já, engar heimskulegar spurningar. Tímar almennt, þeir tímar sem að ég til staðar eru alltaf á mánudögum klukkan 3. Síðan eru dæmatímarnir, þeir eru hérna sem sagt á miðvikudögum og fimmtudögum. Hér eru dæmatímakennararnir til staðar. Já, ég held að það hafi verið 5. En þetta í raun, hér ráða dæmatímakennararnir og þetta aftur það sem ég sagði áðan, ekki alveg komið í ljós hvernig verður nákvæmlega, en verður við fáum meiri upplýsingar núna bara undir lok vikunar. Með dæmatímakennsluna þá það þannig að dæmatímakennararnir eru bara, þau eru með sinn hóp, þau taka við þeim verkefnum, ég útdeili þeim verkefnum sem farið yfir. Það þýðir það að þið getur verið að sækja hjá einhverjum dæmatímakennarar, einhver annar fyrir yfir. Það eru bara þess að geta dreift álaginu, þannig að það sé ekki einhver sem lendir bara á handófi því að fá 20 verkefni og einhver annar fær 10. Þannig að ég dreifi þessu jafnt yfir hópinn. Þau fara yfir eftir forskrift frá mér, þar sem ég búinn að fara yfir með þeim hvað verið að leita að og þau fá nánara niðurbrot með þess að þið sjáið og við tölum saman, prívat, saman sem hópur. En einhverjum sem kemur frá dæmatímakennarunum einhverjum sem kemur frá dæmatímakennarunum. Ég gríp ekki fram í fyrir nema í ýtrustu neyð. Þannig að ef þið eru ósátt við einhvern, þá byrjið á því að tala við dæmatímakennarann og bara færi rök fyrir ykkar máli. Ef að það kemur í ljós að það sé eitthvað, ósamræmi eða eitthvað, finna út í því, frábært. Þannig 99% öllum hlutum leysist þannig. En í þessum svona 1% atvika þá getið haft samband við mig. Ég hef samband við dæmatímakennarann og ég reyni að vera svona, finna út úr þessu með ykkur. En það hefur bara einu sinni í öllum þessum árum hefur þurft að grípa fram fyrir eitthvað svona sem varð súrt. Þannig að ekki koma til mín fyrst, tala við dæmatímakennarann og aftur, við erum öll bara að gera okkar besta hérna og láta bara vita ef við erum ósátt. Ef eitthvað finnst það óþægilegt, sem getur náttúrulega vissulega komið upp, þá getið þið alltaf talað við mig og ef þið finnst ykkur ekki geta talað við mig, þá getið alltaf talað við umsjónarmanninn sem Matthías eða við skrifstofuna og við finnum út úr þessu. Þannig að það bara ekki liggja með eitthvað sem ykkur finnst ósanngjarnt eða eitthvað, heldur bara ræðið við þann sem ykkur finnst þægilegt, viðeigandi að ræða við og við finnum út úr þessu. Já, ég held ég endið ekki spurningarnar. Þessi spurning sem ég endurtók ekki var í raun bara hvenær væri akkurat tímar sem ég var að fara yfir hérna. Dæmatímarnir og svo félagsfundir á mánudögum. En ég mun reyna að endurtaka allt, bæði fyrir upptökuna og fyrir ykkur sem eru að fylgjast með heima. Ok. Varðandi dæmatíma með skráningu, ég mun sem sagt byrja á því að dreifa ykkur handahófskennt yfir þessa 4 hópa og síðan þegar það komið þá sendi ég ykkur og segi nú komin dæmatíma skipting, þið eru hérna samkvæmt töflu. Ef að þið komist ekki eitthvað þá getum við róterað eitthvað en það yfirleitt þannig að eftir fyrstu 2 vikurnar þá eru dæmatíminn það ekkert allir að mæta og það allt í lagi að mæta í þann dæmatíma sem hendar. Ég vil mæta í fleiri en einn dæmatíma því ég vilja bara fá afturhjálp í persónu eða eitthvað. En bíðið eftir því þangað til að ég sendi ykkur nú komin dæmatímakennararnir eru x og setja á þátt. Þið eru í þessum slottum og þá getið haft samband við mig. Nei, þið megið það. En það alls ekki gert ráð fyrir því. Og dæmatímarnir eru, já, við getum tekið til hliðar hérna eitthvað og rætt fyrirlestraformið og dæmatímaformið og kennsluformið svona almennt yfir það hvernig þetta best til þess að disseminata upplýsingum. En hérna, þið þurfið ekki að gera neitt
nema skila verkefnum og mæti lokapróf. Ef þið getið managað þetta eins og þið viljið, þá það bara ykkar. Þið eru fullorðin, finnið út úr þessu. En ef þið viljið stuðninginn, þá hann til staðar og þið getið hallað ykkur á honum. Þannig að aftur, þið bara finnið það sem hentar ykkur best. Ef þá taka smá pásu. Ég ætla að slökkva þessa upptöku.